Gjörðu svo vel. Takk fyrir, kæra þakkir og takk fyrir að bjóða okkur hingað. Við erum spenntar að fá að ræða þetta verkefni sem okkur mjög andum og okkur kemur óvenjulega vel saman en það ekki? Jú. Okkur sem ruglað saman, ég sett Björg og þetta Mæbrett. Selvvirði. Já, við ætlum að kynna þetta nýja hæfnilaunakerfi sem náðist að koma inn í kjarasamninga í vetur og fjalla aðeins svona tilurð þess og markmið með því og svona aðeins að spá í framtíðina með það. Þetta hæfnilaunakerfi hefur átt sér talsverðan aðdraganda. Í lífskjarasamningunum 2019 þá komu inn 2 nýjar bókanir í kjarasamningin sem að lögðu grunninn að þessari vinnu. Það var bókun raunfærnimat, þar sem var lögð áhersla á að þróa raunfærnimatið á samningstímanum og svo var gerð bókun launakerfi þar sem markmiðið var að fjölga þeim þáttum sem horft til við launasetningu og búa til skýrari hvata fyrir starfsmenn að þróast í starfi. Og síðan 2022 þá gengum við frá skammtímasamningum einungis til rúmlega árs og þá vorum við á samningstímanum að vinna samkvæmt verkáætlun sem við tókum afar alvarlega. Já. Og funduðum mjög stíft á árinu 2023, kölluðum ýmsa að fræðslumiðstöðina meðal annars og unnum það vel að við skiluðum í rauninni bara niðurstöðu inn á samningaborðið í vetur og þetta nýja hæfnilaunakerfi verður svo hluti af kjarasamningnum sem var undirritaður í mars og gildi þá til 2028 og við höldum svo bara áfram að vinna í kerfinu á samningstímanum. Já, ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægur tími þetta ár sem við fengum til þess að vinna að hugmyndafræðinni og undirstöðunum í sameiningu og eins og Björg kom inn á þá kölluðum við inn til dæmis fyrirtæki og fræðslumiðstöðina og aðila sem voru sérfróðari við efnið til þess að ræða einmitt hugmyndafræðina á bak við launasetningi gegnum hæfnilaunakerfi og svona hvaða ávinningur og markmið myndu felast í því og vegna þess að þegar við sitjum við kjarasamningsborðinu í Karphúsi þá fer náttúrulega allur tíminn í að ræða launaliðinn. Svo svona starfsmenntamál og mál sem við erum svo innilega sammála hafa stundum aðeins ýst til hliðar svo ég mæli með þessu verklagi. Já, svo sannarlega, sammála því. Heyrðu, þetta sem sagt aðeins hugmyndafræðina, þetta nýjung í kjarasamningum, þetta verið átt sér stað, þetta verið að finna í bókunum og svona fylgiskjölum en núna skrifuðum við inn í kjarasamningin, orðið fagbréf að finna í kjarasamningnum okkar núna. Og hæfni. Við teljum sem sagt þörf á nýju og sveigjanlegra launakerfi til þess að takast á við þá þróun sem fyrirsjáanlegt að verði á vinnumarkaðnum, þar sem að störf munu halda áfram að þróast og sum hverfa og svo verða ný til í staðinn. Nýtt launakerfi getur orðið öflugt verkfæri og virka sem hvati fyrir starfsfólk og fyrirtæki til þróunar, þar sem framgangur byggir á skilgreindum og skýrum viðmiðum. Almenn viðmið til framgangs í dag styðja ekki endilega við þessa þróun á vinnumarkaði. Það vilji til að mat og þekking og hæfni skili sér í launum og launataflan eins og hún í dag setur ákveðnar skorður þar. Þannig að hljóð og mynd hafa ekki alltaf farið saman þar sem að óbreytt staða vísasta leiðin til launahækkana. Nýtt hæfnilaunakerfi það ýtir undir starfsþróun þegar breytingar verða á starfinu og bætir þar með starfsánægju. Og þetta breytt hugmyndafræði. Við vorum að tala það að svona nýtt kerfi að það erfitt að það festir svo illa rætur ef að fólk á það ekki sameiginlega. Og það sér sátt á milli okkar ásetning með kerfinu. Þannig að við þróum það áfram í umræðu okkar á milli. Og svo má bæta því við að nágrannar okkur á Norðurlöndunum horfa til okkar og þessa þríhliða samstarf sem sagt aðila vinnumarkaðarins og fræðslumiðstöðvarinnar. Þannig að við erum á Íslandi bara að verða nokkuð góða fyrirmyndir þeim efnum. Já, ég held það einmitt að við erum svona svolítið að rífa vaðið að tengja þetta beint inn í kjarasamningana til þess að sé svolítið svona haldreipi í nálguninni og svo þurfum við náttúrulega bara að þróa þetta áfram því að eins og þetta sett fram í kjarasamningunum í dag þá í raun og veru heimilt að meta hæfni til launa og við erum að kynna fyrir vinnumarkaðnum þessa hugmyndafræði hæfnilaunakerfi sem svo sannarlega sum fyrirtæki eru með og hafa verið að þróa áfram og við einmitt fengum kynningar frá fyrirtækjum sem eru með launakerfi sem byggja á hæfni
En við þurfum svolítið að breiða út boðskapinn og það þarf svolítið að vera, eins og Björg kemur inn á, sameiginlegt eignarhald og sameiginleg vegferð líka með stjórnvöldum sem að þá opna eða svona, og hafa sýnt í skilning en sýna því enn frekari skilninga að þessi nálgun mun eflaust bæta samkeppnishæfni Íslands til framtíðar. Akkúrat. Heyrðu, okkur Mæ-Britt finnst mjög gaman að lesa kjarasamninga og svo þegar við setjum þær upp á glæru þá verða það ennþá skemmtilegri, okkur finnst það myndir og svona. Við ætlum að bara svona rétt að renna yfir þær breytingar sem urðu og okkur fannst mikilvægt að ættu sér stað í greinum kjarasamningsins sjálfs. Hjá okkur Þess vegna kannski tökum við þetta upp svolítið með ítarlegum hætti inn í launakaflann og þetta er nýjung á íslensku vinnumarkaði að setja þetta inn í launakaflann. Að því yfirleitt höfum verið að byggja einmitt launahækkanir á starfsreynslu og við erum náttúrulega að tala um aðalkjarasamninga en já, Björg, mátt lesa þetta upp fyrir. Já, við gerðum breytingar á fyrsta kafla kaup og þar stendur núna að það er heimilt að meta hæfni til launa í hæfnilaunakerfi þar sem horft meðal annars til íslenska hæfni rammans og þegar öllum hæfnikröfum starfsins náð þá er færnin staðfest með fagbréfi, við erum að tróða þessu orðin í samningin og mjög ánægð með það. Og að fræðslumiðstöðin gefur út fagbréf atvinnulífsins og vottar að réttri aðferðafræði hafi verið beitt við framkvæmd mats og starfsþjálfunar. Og með þessu er lagður grunnur að launasetningu út frá inntaki og eðli starfsins og hæfni starfsfólks óháð starfsheitum. Starfsheitur er ekki hluti af þessu kerfi, þetta er ekki eins og starfsmatskerfi sveitarfélaganna virkar. Hugsum þetta öðruvísi. Og auk þess að gera breytingar á fyrsta kafla kaup, þá urðu breytingar á 5. kafla fyrirtækjaþátt og síðan framkvæmda áætlun. Þannig að Mæ-Britt ætlaði aðeins að renna við það. Já, við settum þetta inn í kaflanum kaup eða laun og svo erum við raun og veru með breytingar á 5. kafla kjarasamningsins fyrirtækjaþáttinn. Og við erum í raun og veru með þetta sambland eða þetta bæði hvað var grundvöllin og svo markmið og ávinning með svona kerfi að við erum náttúrulega aðeins að hugsa til framtíðar og hugsa í raun og veru hvernig við getum mætt breytingum á vinnumarkaði. Við vitum það öll að störf að breytast, sum verða ekki til eftir einhver tíma meðan önnur eru taka einhvers konar breytingum og við teljum að hæfnilaunakerfi sé eitt verkfæri eða eitt liður í því að bregðast við þeirri þróun. Það er að segja og ég kem inn á það hvernig hæfnilaunakerfi raun og veru þróast í gegnum hæfnigreiningar. Við teljum það að vera mjög mikinn ávinning bæði fyrir starfsfólk og fyrirtæki að í raun og veru að líta til hæfnikrafna starfa og að hæfnin og færnin sé staðfest og viðurkennd. Það sé bæði, og nú segi ég þetta orð enn og aftur sem búið að koma hérna fram í öllum erindunum, það valdeflir starfsfólk, það ýtir undir starfsþróun og það ýtir líka undir starfsánægju og að meðan eru fyrirtækin líka með betri yfirsýn yfir hæfni starfsfólks. Þetta tengist gagnsæjar og effektívar launaákvarðanir tengjast beint inn í samkeppnishæfni fyrirtækja pluss það starfsmannavelta minnkar vegna þess að það er ákveðin ávinningur fyrir starfsfólk að vera hjá fyrirtækinu og í ört vaxandi og miklum breytingum núna sem við sjáum fram á vinnumarkaði bara heilt yfir globally eða alþjóðlega þá sjáum við náttúrulega í Evrópu að það verður samkeppni vinnandi fólk á milli vinnumarkaða í Evrópu. Svo þetta er ein leið til þess að geta líka tekið vel á móti fólki sem hingað kemur, sem að fer þá inn með sína hæfni og er metið inn í svona hæfnilaunakerfi. En þetta er einmitt svona sameiginleg sýn okkar og við teljum svo mikinn ávinning og við erum náttúrulega bara sjúklega spenntar fyrir þessu og erum að reyna að breiða þetta út og ég veit að mörg ykkar þekkja þetta líka vel og er alveg með okkur á vagninum. En markmiðið er náttúrulega að meta störf með hlutlægum og málefnalegum hætti. Það er að segja að við viljum fjölga þeim þáttum sem í raun og veru liggja til grundvallar launaákvörðun inn í fyrirtækjum. Og eins og kjarasamningarnir eru náttúrulega frábærir, þá eru þeir líka stundum áskorun, sérstaklega hvað varðar launatöflur og hvernig hækkunin er innan kjarasamninga sem er bundin við starfsreynslu sem þýðir ekkert alltaf endilega að fólk sé að þróast í starfi. Og við teljum að með hæfnilaunakerfi þá sé einmitt komið með svona öflugt verkfæri bæði fyrir fyrirtækin og líka fyrir starfsfólkið til þess að bæta vinnuumhverfið og auka gagnsæi og starfsánægju.
og það verða til þessi skýrari hvatar til þess að starfsfólkið eflist og þróist í starfi. Og þegar við erum að þróa hæfnilaunarkerfið, þá þurfum við náttúrulega hæfnigreina störf. Það leiðin okkar til þess að þróa hæfnilaunarkerfið. Það byggir á í raun og veru starfaprófílum sem afurð hæfnigreininga. Og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins þau sem sagt hæfnigreina og eru hlutlaus aðili, framkvæmda aðili með samræmda nálgun og tryggja þannig að það verði ákveðin gæði og samræmdu viðmið þegar við erum að hæfnigreina störf. Og við erum ekki að tala að hæfnigreina störf hjá einstaka fyrirtækjum, við erum að tala að hæfnigreina störf sem ganga þvert á greinar. Það mjög mikilvægt, svo að fyrirtækin geti nota sér starfaprófílana en aðlaga svo hæfnilaunarkerfið að sinni starfsemi. Og þá geta þau bætt við starfaprófílana. Það mjög mikilvægt. Mér finnst líka mikilvægt að benda á það að það verði þá til safn af starfaprófílum sem á einum stað sem að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins mun halda utanum og svo ákveðið svona endurmatsferli eins og við þekkjum líka í öðrum svona starfsmatskerfum eða þegar verið að meta inntak starfa. Hæfnilaunarkerfið, það ekki sem sagt nein endanleg svona skilgreining á mælikvörðum eða vægi einstakra þátta. Við erum með inn í 5. kaflanum svona ákveðna ábyrgðarþætti eða þá þætti sem hæfnilaunarkerfið á að byggja á sem ég fer aðeins með ykkur eftir, en þetta ekki einhverju endanlegi mælikvarði, þetta meira verkfæri og leiðbeiningar hvaða þættir það eru sem að horft til þegar hæfni starfa metin. Þetta í raun og veru hugsað sem umgjörð sem að starfsfólk og stjórnendur geta sameiginlega þróað áfram. Við erum að gefa þeim ákveðin grunn til þess að þróa áfram í takt við breytingar á starfsemi fyrirtækja og þróun á vinnumarkaði, svo þetta verði svolítið dýnamískt kerfi sem að mætir bæði þörfum starfsfólks og fyrirtækjana. En við erum samt að leggja áherslu á að kerfið sé einfalt og skýrt. Að við séum ekki kannski að flækja þetta og of, en auðvitað fer það líka eftir eðli og starfsemi fyrirtækja, hversu í raun og veru og starfana, hversu djúpt verður farið hjá hverju fyrirtæki eða í hverri grein fyrir sig. En það allavega þessi þættir og viðmiðin að þeirra sem skapa svo grundvöll undir launasetningu. Og það eru sem sagt starfstengdir þættir og svo einstaklingsbundnir þættir og við erum með dæmi það á þessum glærum sem að kerfið myndi þá byggja á. Það þá starfstengda þættir, þetta eru hlutverk sem til dæmis eins og bara hvert hlutverk starfið inn á vinnustað, þetta verkstjórn, umsjón með þjálfun, móttaka nýliða og svo framvegis. Ábyrgðarþátturinn gríðarlega mikilvægur, það verið að athuga hvort að starfið hæfni til þess að starfið sem sagt feli í sér ábyrgð á verkefnum, fólki, vélum, tækjum og svo framvegis. Þetta náttúrulega ekki tæmandi talið og svo svona sjálfstæðis hluti líka. Og það eru mismiklar kröfur gerðar í störfum til sjálfstæðis og það horft á það við hæfnigreiningar. Dæmi einstaklingsbundna þættir og svo reynsla og þekking og svona almennir hæfniþættir og sem eru þá teknir inn í kerfið. Og við erum sem sagt fylgjum þessu verkefni fast eftir og settum líka inn í bókun með kjarasamningnum og til að halda því til haga þá var samskonar bókun líka gerð í kjarasamningi SA og Eflingar sem eru líka með í þessari vegferð að fjölga og vilja fjölga starfaprófílum í íslensku atvinnulífi. En við sem sagt erum búin að stofna hópinn og byrjuð í vinnunni og það skiptir gríðarlega miklu máli eins og Björg kom inn á að það sé sameiginlegt eignarhald á verkefninu. Svo það verða kallaðir til þess að þegar við erum hvar við ætlum að byrja, á hvaða störfum ætlum við að byrja, í hvaða greinum og svo framvegis, að starfsgreinarnar og fyrirtækin, stéttarfélögin og aðrir hagsmunaaðilar séu með okkur í vegferðinni. Svo við byrjum í raun og veru á svolítið breiðum fókus sem við þrengjum svo niður og Fræðslumiðstöðin okkur alltaf til halds og trausts og ráðgjafar hefur gengið í gegnum svona ferli áður til dæmis með rafmennt og tæknifólki og verslun og þjónustu, svo við náttúrulega erum ekki algjörlega að finna upp hjólið en reynum að tína svona best practice út úr öllu og erum í okkar eigin meðferð. Og við erum náttúrulega að deila þessari framtíðarsýn
Og þessi framtíðarsýn að við teljum að nýtt hæfnilaunarkerfi kallist á við þróun sem við sjáum á vinnumarkaði, sem við sjáum í menntakerfinu, sem við sjáum bara í samfélaginu heild. Við erum mikið að tala launasetningu núna út frá mati og inntökum starfa. Ég kannist við umræðan á opinberum markaði og hér var vísað í starfsmatið sem náttúrulega núna orðin áratugar reynsla á að meta inntak starfa. Ríkið hefur í gegnum stofnanasamninga líka verið í einhverju slíkri vegferð og við erum í hæfnigreiningum. Við teljum að það sé leiðin okkar á almennu markaði. Við erum að reyna að auka gagnsæi í launasetningu sem gott bæði fyrir atvinnurekandann og fyrir launþegann. Og við erum að fá kröfur auki gagnsæi frá Evrópusambandinu og annars staðar frá hvað varðar launasetningu. Þetta talar líka saman við raunfærnimat og námskrár og bara menntun í landinu. Jafnlaunavottunin, fyrirtæki og stofnanir hafa verið að innleiða jafnlaunavottun og innleiða staðlinn og fá jafnlaunavottun. Þetta talar saman við það. Þetta líka gríðarlega mikilvægt verkfæri hvað varðar breytingar á störfum. Upskilling and reskilling. Okkur vantar ennþá svona gott íslenskt heiti við þetta. En þetta okkar svona verkfæri til þess að takast á við það. Eitt örugglega af mörgum, þetta mikil áskorun, hvernig vinnumarkaðurinn að breytast. Og þetta styrkir líka stöðu þeirra sem eru með minnstu formlegu menntunina og eru á tekjulægstu hóparnir sem eru taxtahóparnir. Og þess vegna leggjum við í Starfsgreinasambandinu á stað í þetta vegna þess að við erum að semja fyrir hóp þar sem að helmingurinn á hópnum á taxtalaunum og svo stór hluti rétt fyrir ofan taxtalaun myndi aldrei teljast vera á markaðslaunum. Og fagbréfin virka fyrir þennan hóp sem markaðslaunakerfið virkar ekki fyrir. Þannig að við bindum mikla vonum við þetta. Við erum áfram að fara að semja lágmarkslaun í kjarasamningum, en vonumst til þess að geta, við þurfum að breyta þessari launatöflu eitthvað. Já, hugmyndafræðin náttúrulega líka að launamyndunin verða einhverju leyti inni hjá fyrirtækjunum, að þau geti umbuna starfsmönnum fyrir aukna hæfni og verið með leiðir til starfsþróunar inn í fyrirtækjunum og geti þá umbuna sínu starfsfólki vel fyrir það. Algjörlega, og vinnustaðurinn verði bara þetta lærdómssamfélag sem styður og styrkir við þessa þróun sem að eiga sér stað. En hæfnilaunarkerfi eiga náttúrulega geta líka verið fyrir markaðslaunahópa og þannig að þetta verkefni og þessi kjarasamningur náttúrulega, þar erum við að horfa á ákveðinn hóp. Og kerfið náttúrulega á að vera gagnsætt og opið og aðgengilegt starfsmönnum og þessi hæfnilaunarkerfi sem við fengum kynningu á, þau hafðu verið unnin í góðu samstarfi fyrirtækjanna við stéttarfélögin á staðnum. Svo við erum bara nokkuð bjartsýn að við ætlum að það hluti af framkvæmdaráætlun okkar og hópsins sem við erum í að útbúa kynningarefni og fræðsluefni og fara og tala fyrir þessari hugmyndafræði og þessari nálgun landið allt og þetta náttúrulega bara verkefni sem að byrja hjá okkur núna, það byrjað. Já, þetta komið á koppinn og við sitjum á honum og ekki bara við Mæ-Britt, við erum fleiri. Við erum fleiri í hópnum og við ætlum ekki að standa upp. Þetta langhlaupið. Já. En við erum lögð á stað og við bindum miklar vonir við þetta góða samstarf við fræðslumiðstöðina og teljum að það muni efla þetta verkefni til muna. Og við teljum að módelið sé gott. Að fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem í eigu aðila vinnumarkaðarins og það ríkir traust til fræðslumiðstöðarinnar að fræðslumiðstöðin sjái þetta fyrir okkur. Þetta ekki gert inn í fyrirtækjunum, þeir eru ekki að meta hæfnina þar heldur. Það er annar prósess sem fer í gang og við teljum það vera mjög mikilvægt og vera okkar styrkleiki í þessu kerfi.